Já, heyrðu, það Sjálfstæðisflokkurinn kannski það sem mest talað í pólitísku umræðu í dag og skiljanlega fyrir helgi að þá kom út könnun Maskínu þar sem flokkurinn var aðeins með 13,9% fylgi sem með öllum bara ótrúlegt. Ég held að sé enginn sem hefði getað spáð því fyrir örfáum missurum að flokkurinn gæti sokkið svo djúpt eða mælst svo lágur. Það sé almennt talað að Sjálfstæðisflokkurinn hafi eitthvað basa sem miklu stærri heldur en í öðrum flokkum. Og það var flokksráðsfundur helgina. Ég veit ekki hvort að fólk hafi áttað sig á einhverju afstöðu þar beint hvað hann var, kannski ekki alveg ljóst. Það held ég að sé þannig að umræða svona stöðu Sjálfstæðisflokksins og kannski til hvað aðgerða flokkurinn þarf að grípa, hvort það þurfi að stokka upp í forustunni eða skerpa á stefnunni eða endurskoða síðustu ár og eitthvað fleira mun verða ríkjandi í stjórnmálaumræðunni í framtíðinni. Og við munum taka þátt í hérna við Rauðaborðið og höfum nú fengið Vilhjálm Egilsson, fyrrum þingmann og svona mikið þáttakanda í Sjálfstæðisflokknum. Það ekki ólíklegt að það hefði verið kallað á þig hérna í einhverja svona endurskoðun. Þú varst með sjálfstum endurskoðunarnefndina eftir hrun í flokknum. Þegar flokkurinn svona á tímamótum, þá tími til þess að endurskoða það ekki? Alltaf tími til að endurskoða. En flokkurinn alveg klárlega á slíku tíma í dag. Hann hefur eiginlega ekki verið í, hvað að segja, veikari stöðu? Ég hef ekki séð svona lágar tölur úr skoðanakönnunum eins og núna. Nei. 50 stærsti flokkurinn í Reykjavík. Já, því miður. En flokkurinn hefur oft gengið í gegnum sveiflur upp og niður og í gegnum tíðina og það hefur klofnað úr honum en þetta svona má segja frá því að Viðreisnar stofnuð hefur flokkurinn svona verið í ansi erfiðri stöðu. Já. Finnst þér, þegar þið verið að ræða þetta, finnst þér verið gert of lítið úr þeim klofningi? Nei, alls ekki. Þetta var þannig að fyrir þann tíma að þá klofnaði flokkurinn þegar borgaraflokkurinn var stofnaður og svo svona hafi flokkurinn klofnað svona einstökum stöðum kannski og Frjálslyndi flokkurinn að mörguleyti klofningur? Jú, hann var það en það náði enginn neinu flugi þannig séð og borgarflokkurinn kom aftur inn og Frjálslyndi flokkurinn að miklu leyti líka. Svona þeir sem hefur farið út úr Sjálfstæðisflokknum komu aftur inn í hann. En Viðreisn, það hefur svona ekki nást neitt saman aftur. Þegar þú fer svona í söguna eins og með borgaraflokkina, þá var það verkefni forystunar að ná því fólki aftur inn. Og það var gert svona með bara skýrum hætti, bara velkomin heim stemming. Við sjáum þetta líka í Jón Baldvin og Jóhanna, þú veist, það er svona Já, ég fylgdist nú mikið með því þegar það var að gerast og þá vorum við nú í ríkisstjórn með Alþýðuflokknum og Jóhanna fór út og stofnaði Þjóðvaka og nú síðan eru þau svona sitt á hvað alveg þangað til að Samfylkingin stofna. Þá eiga þau að ræta aftur heim þótt að Jón hefði kannski aldrei haft neitt sess þar inni að ráði? Nei, Jón svona fór aldrei út af sviðinu þegar hann fór út úr pólitík og var sendiherra í Bandaríkjunum. Þannig að þá var hann náttúrulega ekki þáttakandi í stofnun Samfylkingarinnar eins og þeir sem voru hérna á landinu. Frjálslyndi flokkurinn, það hvatinn að sumriti var byrjuðu undirbúningur undir svona stofnun og sem að Sverrir Hermannsson tengdist? Já, þetta var þannig að Sverrir hoppaði út úr Sjálfstæðisflokknum og stofnaði Frjálslyndaflokkinn og fekk Guðjón Arnar með sér og svona. En mér fannst það svona vera dálítið á
á svona mismunandi forsendum, sko. Guðjón Arnar hafði reyndar svona verið þarna í 3. sæti á Vestfjörðum og svo einhvern veginn mátti hann ekki vera þar og hann lenti í svona ákveðnum hremmingum innan flokksins. En Sverrir var náttúrulega búinn að vera lengi þingmaður og svo var hann bankastjóri Landsbankans og lenti þar í hremmingum og þurfti að hætta sem bankastjóri. Miklum ágreiningi við formann flokksins? Já, það var eiginlega Davíð sem ýtti honum út en þú getur spurt þig hvað orðið fyrir gestur í Sjálfstæðisflokkinn ef hann hefði ekki ýtt honum út, sko, og það kom þarna upp bara ákveðið atvik og svona sem að varð til þess að Sverrir misti svona traust margra og varð fyrir mikilli gagnrýni og þurfti þess vegna bara að hætta. Ekki það mér líka alltaf vel í Sverri og mér fannst hann vænsti maður, sko, en þetta bara kom upp á. En hann þá hoppar á þennan vagn með Guðjóni Arnari og fleirum og þeir starta Frjálslyndaflokknum en svo náttúrulega bara náði það ekkert svona lengra, sko, að festir neitt svona rætur þannig, sko. Það náði samt að lifa lengur heldur en hérna borgarflokkurinn? Já, borgarflokkurinn, sko, hann var nú til svo mikið bara út af því sem kom fyrir Albert. Og þegar Albert lenti í sínum hremmingum og þurfti að fara út Þorsteinn ýtti honum út úr ríkisstjórn? Já, ýtti honum út úr ríkisstjórn og svo var nú þetta fræga viðtal þegar Þorsteinn sagði hann gæti ekki aftur verið ráðherra að þá stofnaði Albert nýjan flokk og fékk mikla samúð. En ég veist að samúðin hefði sko verið með Albert ef hann hefði bara verið áfram með Sjálfstæðisflokknum, þá var þetta allt saman bitnað á Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það hefði verið gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En hann fekk nú bara 27% fylgi í kostningunum. Borgarflokkurinn fekk rúmlega 10%. Já. Og það var reyndar Sigmundur Davíð sem sló það með, sem mann sem rakinn út úr flokki með miðflokkunum með 20,9, það er einhver örlítil prómill sem skilur á milli en Sigmundur náði meira fylgi í fyrstu kosningum. Það var þetta allt gott fólk í borgarflokknum og svo þegar þeir koma hérna inn í Sjálfstæðisflokkinn aftur, má segja 91, þegar Ingibjörn verður þingmaður, sko. Þá bara unnum við vel saman, sko. Við unnum mikið saman við Ingibjörn, hann var með mér í efnahags- og viðskiptanefnd og bara fín. En hann fekk engan framgang í framhaldinu þar? Nei, ekki frekar en svo margir aðrir. En borgarflokkurinn, það er hérna ágreiningur í forustunni og það er forustumaður sem gengur út á flokknum og tekur með sér eitthvað fylgi. Sumuleyti mætti segja það Frjálslynda-flokkinn og þann hluta sem tengdist Sverri, þó að það hafi líka verið svona afgerandi ólík stefna í sjávarútvegsmálum. Það sem að hluti sjálfstæðismanna, hérna eins og Addi Gíti Gau, líta á það að ætti að vera stefna flokksins að tryggja aðgengi alla að sjávarútveginum, að kvótakerfi væri eiginlega að vinna að atvinnufrelsi, væri að draga á aflið úr Vestfjörðum og öðru slíku. Þetta er bara gagnrýni á kerfi bara innan úr Sjálfstæðisflokknum. Já, það var hugmyndalegur klofningur. Sko, það var mikið rifist á þessum tíma aflamark eða sóknarmark og Vestfirðingarnir voru sérstaklega með sóknarmarkið. En sú deila eða það yfirleiti allt saman, það bara hjaðnaði og það voru í rauninni allir aðrir í sjávarútveginu sem vildu fá aflamark heldur en Vestfirðingar. Þeir sem voru með útgerðir? Já, bara allir aðrir, sko, annars staðar á landinu, sko. Og ég fór nú hringferð í kringum landið með Þresti Ólafssyni þegar við vorum kláruð tvíhöfðanefndina. Þannig að maður heyrði nú hljóðið í fólki, sko. Og það var hvergi stemning fyrir sóknarmarki nema á Vestfjörðum. Til að þeirra lausn naut ekki fylgis, þó svo að gagnrýni þeirra á kerfi, ég meina það hefur alltaf verið mikill meiri hluti þjóðarinnar öfulega ansnúin kvótakerfinu, samkvæmt allur könnunum. Já, menn geta fundið það át en síðan er það bara þannig að kvótakerfið
og allt þetta fyrirkomulag var mikið deilumál í öllum kosningum sem ég fór í. 87, mikið 91, mikið 95, 99. Og ég var nú mikill aflamarksmaður og stuðningsmaður þessa kerfis og var nú formaður tvíhöfðanefndarinnar og svo aftur endurskoðunarnefndar sem var ekki formaður þar sko, en í nefnd sem að skoða þetta í kringum aldamótin þegar veiðigjaldi var tekið og ég var nú ekki eins og ég hafi verið sko, í einhverju öruggu sæti. Ég var í baráttusæti og alltaf inn og út á kosninganótt, en ég stóð fyrir mínu máli og mér fannst ég bara alltaf vinna umræðuna í kjördæminu og í Norðurlandskjördæmi vestra og það var þetta koðnaði alltaf niður í andstæðu sko. og þegar fólk kom í kjörklefan og var að taka ákvörðun þar þegar var enginn til að horfa á það, þá setti það XVD þráttur þetta. Sumir sko. Sumir, já ég segi það, fylgið hjá okkur, veistu hann á borgarflokkurinn þegar ég var þarna, 87, þá bara átti ekki séns sko. En svo jókst fylgið 91, 95 og 99. Í Norðurlandi vestra? Í Norðurlandi vestra, allum þessum kosningum. Við erum stærsti flokkurinn 99. Og eitt af því sem að var sko sannarlega sem ég kom með og stóð fyrir var aflamarkskerfið. Þannig ég var ekki að fela það og það var ekki alls ekki sko. Og það var enginn sem að náði neitt að höggva í mitt fylgi þá sem kusum mig sko. Þannig að þetta er sko mín upplifun að þessu að það eru þetta margir sem eru að tala um eitthvað annað og eitthvað annað en aflamarkskerfið hefur verið fast í sessi og ef þú bara lítur á það þá hefur aflamarkskerfið orðið til þess að gera sjávarútveginn að atvinnugrein sem var gjörsamlega á brauðfótum. Er þetta ekki atvinnugrein sem byggði upp Ísland og kom okkur úr fátækt til bjargálna? Jú, það er í Íslandssögunni minni sko. En það var búið að fjárfesta í veiðiflota sem að afkastaði langt umfram það sem að afrakstursgeta fiskistofnanna var og það var tekið á því með aflamarkskerfinu og eftir stendur að í dag erum við sjávarútveg sem er á heimsmælikvarða á öllum sviðum. Við erum líka með til dæmis að við spurum bara almenning að þá er almenningur þannig spurður í könnunum sem að auðlindanefnd matvælaráðherra sáum þá kemur meðal annars fram að almenningur telur að kvótakerfið leiði til þess að arðurinn af fiskimjónum fari til fárra. Ég held að það sé bara 80% sem eru þeirra skoðunar. Það er að kvótakerfið leiði til spillingar, ég held að það sé 70% sem segir það. Þannig að þetta er ekki óumdeilt kerfi. Alls ekki, ég er ekki að segja það. Það var ágreiningurinn í Sjálfstæðisflokknum þetta kerfi, það var líka milli ritstjórnar Morgunblaðsins og forystuflokksins á sama tíma. Ég er ekki að segja það, þetta sé ekki umdeilt og menn með að hafa hvaða skoðunar á sig sem en ég bara bendar það, ég fór í kosningar 4 sinnum og í þessi 3 skipti sem ég er að tala um 91, 95, 99 alltaf var verið að tala um þetta og ég fekk alltaf meira fylgi. Með því að halda fram óbreyttu kerfi. Já, og þróa það áfram. Það var raunveruleiki var allt annar á vestur. En svo blandaðist það nú inn í sko, að það hrundu þorskveiðarnar. Og Vestfirðingarnir höfðu byggt upp mikinn og myndarlegan togaraflota. En svo bara var togaraslóðin eiginlega frá Snæfellsnesi og norður og austur og alveg bara suður á höfni Hornafjarðar. Hún var bara nánast friðuð fyrir togara að veiða þorsk á þessum árum. Þannig að þetta kom sér mjög illa fyrir Vestfirðingana
allir þessi samdráttur og sérstaklega fyrir togaraútgerðina þarna sem og maður sá bara hvert öfluga fyrirtækið að fætur öðru bara lenda í mjög miklum vandræðum. Guggan fór og að sömuleyti var verið að reyna að segja þessa sögu í þáttaröðinu Verbúðina. Já, þú veist, ég bara... Hún augljóslega saga Vestfjarða á þessum árum. Ég elska vinur, það voru Og á grunni þess að þá náði klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum. En hann kom aftur. Hann náði kjöri á Vestfjörðum vegna þess að þetta var svæðisbundið sjónarmið í sjávarútvegsmálum sem að náði inn til þess að tryggja þeim þingmenn og síðan var náttúrulega bara það kjördæmi lagt niður eins og steypt saman við þitt kjördæmi og Vesturland og það kannski sá gluggi að koma mönnum á þing út af sérstakri afstöðu Vestfirðinga til kvótamálsins var eiginlega úr sögunni. En samt hélt Frjálslyndsflokkurinn lífi, náði góðri kosningu 2003 öllum óvurum, en held að hann væri að fjara út, en síðan hvarf hann, seinna flokkurinn. En síðan næsti klofningur Viðreisn. Og þá langar mig aðeins að því að við vorum að tala með Frjálslyndsflokki sem var náttúrulega fyrst og fremst sjávarútvegsmál, en fyrir utan Albert að þá gæti maður sagt sem svo að með Albert hafi fylgt svona tiltekinn hópur. Maður gæti sagt að það væri svona frekar svona lágstéttarfylgi Sjálfstæðisflokksins. Það væri frekar svona, að því hann var nú vinur litlamannsins, það var svona þeir sem upplifðu sig að þeir þyrftu vörn gegn kerfinu og svona, maður gæti ætla það, þetta væri líka svona menningarlegt. Nei, það var alls konar fólk sem að studdi Albert og ég held að það sé mikil einföldun og heldur það að meðaltekjur fólk sem að studdi Albert hafi verið eitthvað lægri heldur en annar. Albert átti auðvitað mjög marga vini, mjög víða í samfélaginu og hafði gert mörgum greiða. Man segir stundum þegar Albert var fjármálaráðherra þá hafði maður tilfengið að Albert liti bara á sig sem þjón fólksins og það var mikið talað það að hvað er gott að fá viðtal við Albert og maður komu inn til hans með svona alls konar mál sem að þau eru kannski verið lengi að baslast í kerfinu. En Albert hafði bara kallað þann embættismann sem hlut átti og afgreitt málið á staðnum og það var mjög margir sem kunni bara að meta þetta að allt í einu var bara að fara að taka á alls konar svona afgreiðslumálum sem að höfðu ekki fengið niðurstöðu. Og þannig að þetta hafði líka verið kannski hans aðalsmerki í borginni þegar hann var í borgarstjórn. Þannig að Albert átti bara mjög marga svona pólitíska greiða inni hjá fólki og fólki fannst þess vegna bara vont að missa hann út og var tilbúið til þess að gefa honum sinn stuðning en ég þekki marga stuðningsmenn Albert sem að voru bara í forystu fyrir rekstur og fyrirtæki og annað Já, ég er ekki að segja þetta sé algilt en ef maður ætti að leggja mat á það ef maður tæki svona Albert út úr dæminu að þá borgaraflokkurinn frekar svona smá atvinnurekendur launafólk sem að tilheyriði allavega gamla Sjálfstæðisflokknum sem að við getum veltið fyrir okkur hvort að þetta sé fylgi sem að tilheyri flokknum í dag. Þetta voru margir atvinnurekendur sjálfstæðir atvinnurekendur og menn samsömuðu sig margir við Albert sem hann hefði nú verið sjálfur í slíkum rekstri og bara Já, og voru alveg tilbúin til þess að styðja hann og Albert var alltaf tilbúin til þess að hjálpa þeim og studdi þeirra málstað oft Þannig að það var bara mjög eðlilegt að hann fengi góðan stuðning úr þeim hóp og líka bara
eins og ég segi, hjá þeim fjölmörgu þar sem hann hafi komið að því að gera fólki greiða, sko. Já, en fyrir utan svona persónulega greiða sem hann hafi veitt og ég segi ekki að segja innheimta þá með frambúði sínu, að þá orðræða hans var svolítið litla mannin sem að þyrfti stuðning gagnvart kerfinu, þannig að þetta svona málflutningur sem að þetta að kalla populismi í dag. Já, hann var náttúrulega klassískur populisti. Hann náttúrulega var þannig sem ráðherra að hann var í þessu hlutverki, sko, að hjálpa þeim sem áttu undir högg að sækja í kerfið. Og var gagnrýndur af kynslóðinu undir sér fyrir að vera ófaglegur og... Já, svo sagði maður, sko, stundum að Albert vissi kannski ekki hvað hann var að gera í þessum stóra efnahagslega samhengi, sko. Og hafði svo sem ekkert mikið skynbragð á það, en hins vegar var hann alveg frábærlega næmur á svona bara hvernig fólk var að hugsa og hvernig fólk var frústrerað fyrir að fá ekki eðlilega afgreiðslu á sínum málum og það allt saman, sko. Og það geti ekki allir verið eins, sko. Nei, ég bara að planta þessari hugmyndum, sko, til hvaða kjósendahóps gamla Sjálfstæðisflokksins Albert hefði komið og þannig að við getum dregið það síðan með okkur inn í nútíman þó hvort að þetta sé þessi kjósendahópur sé ennþá að fylgja Sjálfstæðisflokknum. En þá förum við verið í klofningi frá Viðreisn. Það er náttúrulega grunninum til þetta afstaða til Evrópu. En þetta er meira en það? Nei, það er fyrst og fremst hún svona sem að sko var til þess að þetta gerðist, sko. Já. En síðan en eftir að þetta var eiginlega gerst, sko, þá fannst mér eins og Viðreisn legði kannski Evrópusambandið svona dálítið til hliðar, sko, og aðalmálin var að pönkast í bændum og sjávarútvegi, sko. Ég veit ekki, en það var svona stóru málið þeirra, sko. Sem þá að vilja fá aukið viðskiptafrelsi inn í greinar sem eru njörfaðar niður í kvótakerfi og svona, ekki? Vilja brjóta upp haftastefnu. Átta sig bara oft ekki á því, sko, hvort að tala bara hækka, þú veist, veiðigjaldið. Ég heyri aldrei Viðreisnir að tala það að leggja niður kvótakerfið. En það snýst bara það hvað að borga mikið í veiðigjald. Þeir vilja bjóða upp kvótan. Þeir vilja það. Jú, en sjáðu. Þetta snýst, sko, stundum getur þið tekið, sko, bjóða upp kvótan eða bjóða upp hluta á honum eða eitthvað svoleiðis. Hún er gegnum marga svoleiðis diskussjónir á sínum tíma, sko. En þegar uppi staðið snýst þetta bara allt það. Hvað ætlar að færa mikið af peningum frá atvinnugreininni sjávarútvegur yfir til ríkisins? Og svo getur þau bara verið með alls konar aðferðir til þess að rukka peningana. Og ein leið sem að ég var til dæmis komin mjög langt með þarna kringu 2000 var að hafa svona nýtingarréttarsamninga til 25 ára eitthvað svoleiðis sem var þá svona rúllandi og nefndin sem að Guðbjartur Hannesson var síðan fyrir seinna, mjög stór nefnd, hún náði eiginlega samkomulagi að fara slíka leið, sko. En þá var það Samfylkingin sem að drap það. En það er enginn svona komist nær því að ná samkomulagi, svona víðtæku samkomulagi sjávarútvegsmál, þetta kerfi og þetta fyrirkomulag saman, heldur en sú nefnd og sú ríkisstjórn sem þá satt undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur, en hún bara klúðraði því. En ef við erum að hugsa stöðu Sjálfstæðisflokks í dag að Viðreisn fer og það eru Evrópumálin, en síðan það líka þessi afstaða sem að, ég meina, við getum bara farið til 1970 eða eitthvað svoleiðis og séð fyrir okkur að það er svona kynslóð í Sjálfstæðisflokknum sem að vill svona auki bara viðskiptafrelsi og er gagnrýnið á landbúnaðarkerfi sem er Ellert Schram, Jón Magnússon og einhverju fleiri svona menn. Þetta er fyrirbrigði sem hefur alltaf verið til inn í Sjálfstæðisflokknum. Ég var nú sjálfur hérna á SÚS árunum mínum,
þá var ég nú heldur betur að berjast fyrir því að vera frelsi í útflutningi. Það að SÍF og SA og SÍS voru með einokun á útflutningi á saltfiski og frystum fiski. Já, en þú ert ekki að berjast fyrir frjálsum innflutningi landbúnaðarvara? Sko, það sjónarmið var, það sem ég er að benda á, það sjónarmið var til inn í Sjálfstæðisflokknum, það varð ekki til eftir að Viðreisn fór. Já, sko, en þegar þú talar frjálsan innflutning landbúnaðarvara, þá bara er ég að benda þér á það að það er bara mikið frelsi í innflutningi landbúnaðarvara og það eru nokkra landbúnaðarvörur sem eru ekki sem ekki frjálsi innflutningur á og það eru fyrst og fremst sem að snýra að kjötframleiðslunni og mjólkurvörunum en restin er meira og minna í frjálsum innflutningi og við erum að þetta fer svo oft í perurnar á mér bara hvað mér finnst þessi sko markaðshlutdeild á eins og þessum umræðum eins og blessa lambakjötið vera svo gjörsamlega út úr kortum miðað við bara stærð þessar atvinnugreinar. Ég var bara að skoða þetta hjá Hagstofunni daginn og þá las ég og ég bara trúði því ekki að heildartekjur allra sauðfjárafurða en sauðfjárbænda og búanna eru einhverjir 15 milljarðar. 15 milljarðar. Sko, ef þú leggur alla sauðfjárræktina saman, 15 milljarðar, þá er þetta minna fyrirtæki heldur en bara hvert einasta fyrirtæki sem er skráð í Kauphöllina. Og að standa í því að halda það að sé hægt að frelsa landið og bæta lífskjör almennings stórkostlega með því að hætta að taka þátt í það sem ég kalla skattaleg samkeppni að viðhalda sauðfjárræktinni, það er alltaf bara út í hött sko. Og í rauninni þá er þetta þegar uppi staðið, þá sé ég þetta sem svona við erum í skattalegri samkeppni svona það sem er með niðurgreiðslur þarna og stuðning og við höfum bara gert það í svona svipum mæli og flestir í kringum okkur sko. og það sem að landbúnaður hefur notið stuðning sko. Og ef horfir á til dæmis eins og þessa skattalegu samkeppni í dag og hvernig hún hefur þróast að þá vorum við þetta mikilli skattalegri samkeppni þegar við byggðum með stóriðuna álverið í Straumsvík og það þetta sko sérstakann samning og lög á Alþingi til þess að fá einhvern til að koma til landsins og fjárfesta í stóriði sko. Sama gerist á Grundartanga með Elkem það var nú svo samansúrraður samningur að það var ekki hægt að hreyfa eitt en eitt þannig að þegar var að spá í að leggja einhverja skatta á stóriðinni kring eftir hrunið. Það var ekki að hreyfa eitt en eitt sem að sneri að járnblendufélaginu. Og þannig var það ekki fyrir en löngu seinna að þessi fyrirtæki sem sé koma bara sjálfviljug inn í íslenska skattakerfið sko. Og það þurfti ekki þessa samkeppni sko. Svo getum við tekið eina grein núna sem er kvikmyndagerð. Það er nú heldur betur skattaleg samkeppni að fá byggja upp kvikmyndagerð. Og hvað erum að borga marga milljarða til þess að fá til okkar verkefni þar? Ekki einhverjir, hvað? Það er mjög hári veð. 2-3. Sem að fara í launinni. En þetta er vegna þess að við viljum byggja upp kvikmyndagerð. Og þetta er bara það sem það kostar. Stjórnvöld hafa þá stefnu. Já, en þetta er bara það sem það kostar. Og sama með ef við viljum halda úti sauðfjárrækt eða þessu landbúnað þá bara kostar það
og ég sé bara þetta bara samkeppni sem við erum í. Mér langar að tala við svolítið um pólitík og stöðu Sjálfstæðisflokksins og kannski ekki, þú veist, þetta leggja mat á það, þú veist, hvort að landbúnaðarstefnan núna sé góð eða hvort að eigi að breytinni, en það var inn í flokknum, var gagnrýni á landbúnaðarstefnuna sem ég var að vísa alveg langt aftur. Ég tók þátt í henni líka. En þú bentir á að það hefði ekki bara verið Evrópumálin sem að Viðreisn tekur, heldur tekur að líka þessa gagnrýni sem hafði áður verið inn í Sjálfstæðisflokknum, af því að Sjálfstæðisflokkurinn var svona big tent flokkur og þoldi að hafa svona ólík sjónarmið í ýmsum málum, að sömuleyti þá tekur Viðreisn þetta út, bæði gagnrýnina á sjávarútveginn og á landbúnaðinn. Og svo þau með þarna, ég veit ekki hvað þessu stór hluti sjálfstæðismanna var, en á þessum árunum áður en að Viðreisn verður til, að þá til dæmis auglýsingar Bjarna Benediktssonar raunhæfa upptöku á evru og þannig að þau sjónarmið höfðu verið til inn í Sjálfstæðisflokknum. Og eru ennþá til. Og kannski þessi svona gagnrýni. En mér finnst Evrópusambandið og aðild því vera allt öðrum skalla heldur en eitthvað rifrildi einhverja smápeninga í landbúnaðinu og hvernig hann stýrð. Þegar ég var að rífa sem mest landbúnaðarmálin, þá var ég að berjast fyrir því að það er hætt útflutningsuppbótum. Af því að við vorum að flytja út landbúnaðarvörur með miklum niðurgreiðslum. Greiða niður til annarra þjóða. Og mér finnst það vera bara ekki eðlilegt að gera það. En mér finnst heldur ekki eðlilegt að við sem sé tökum ekki þá svona einhver takmarkaðan þátt í þessari skattalegu samkeppni milli þjóða að halda úti svona eins og ég segi mjólkurframleiðslunni og sauðfjárræktinni. Þetta fyrir, við erum ekki eins og við sem að flytja þetta eitthvað út eða gera eitthvað meira heldur en bara þar til þess að verja þetta svona nokkurn veginn innanlands. En svo er verið að flytja þetta helling inn að kjöti, svínakjöti og slíku, og síðan bendum líka það að er ekki allir bara íslenski kjúklingar fluttir búnir til ungað út úr innfluttum eggjum. Það? Ég veit að allir tómatar eru ræktaðir upp úr svona kubbum af einhverju sem er ekki mold, sem er fluttið inn frá Finnlandi. Þannig að íslenski tómatar vaxa ekki í íslenskri mold. Já, en það er flutt inn alveg óheimju af eggjum til þess að unga út og búið til kjúkling á Íslandi og rækta þá. Það getur verið fínt mál, en ég bara benda á þetta. Svo er ég líka að segja það að það er bara svo margt sem er landbúnaðarvörur sem að einhvern veginn í íslensku þegar við erum að tala um landbúnaðarvörur á Íslandi þá er alltaf bara að tala um sauðfé og mjólk en hvað með allt vínið? Þetta er landbúnaðarvörur í Evrópu. Eins og var frægt á þriðja áratugnum þegar við þurftum að flytja inn spanskt vín til þess að geta flutt út. Það eru bara vínbændur út allt. Saltfisk sem þeir skilgreindu sem með landbúnaðinum. Eins og víða er gert. Herðu, en eftir sem áður, þá var þessi gagnrýni á landbúnaðinn og sjávarútveginn var til og þóttu það hafi verið minni hluti inn í Sjálfstæðisflokknum, þá til það. Og við getum velt í fyrir okkur hvort að með stofnun Viðreisnar að þá fari svona lungað úr því fólki sem að var sjálfstæðisfólk þeirrar gerðar að vilja gagnrýna landbúnaðarkerfið og sjávarútveginn fær sér svona, það er allavega komin svona eitthvað bíli þar sem það getur dvalið. Jú, við skulum segja það en bara fyrir ekki, en mér finnst að þeir hagsmunir eða þau stærð þess máls skulum segja sé bara að þeim skalla að það þoli heilan flokk En Evrópumálin? En Evrópumálin? Nei, Evrópumálin getur alveg gert það og mér finnst þau alveg geta réttlætt það að og mér finnst það miklu meiri réttlæting á því að Viðreisn var til heldur nokkuð landbúnaðar og sjávarútvegsmálin. En núna þegar maður skoðar kannanir þá er ekki að sjá og maður getur aldrei dregið alveg slíkar ályktanir, mikinn straum fylgis frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Viðreisnar.
En það er augljóst að það er hægt að sjá mikill straum fylgis frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins, sem er klofningur út úr Framsóknarflokknum, en hefur síðan með aldrinum orðið eins og klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum og gerir svolítið í umræðinni kröfu það að vera hinn raunverulegi hægri flokkur og gagnrýnir Sjálfstæðisflokkinn líklega sá flokkur sem að gagnrýnir Sjálfstæðisflokkinn mest frá hægri. Algjörlega. Sko, 2 af 3 þingmönnum sem náðu kjöri voru náttúrulega bara púra sjálfstæðismenn. Og líka og Birgir kom inn í þingflokk Sjálfstæðisflokksins og Bergþór er náttúrulega bara alveg bara tær sjálfstæðismaður, sko. Og þannig að og það er eðlilegt að þegar þeir koma og tala svona mál sem er út á þeirra hjarta, að það sé einhverjir sjálfstæðismenn sem hlusta á þá. Já. Að sömuleyti gæti maður sagt að þetta sé flokkur sem eigi skyldleika við borgarflokkinn, og þá er ég bara svona hvernig hann ávarpar kjósendur, þú veist. En þau taka líka upp stefnu sem að var til inn í Sjálfstæðisflokknum, eins og báknið burt, sem að þeir nota bara. Gamla frasa frá ykkur. Já. Bara, þetta er bara allt saman vinir mínir, sko. Ný, ég segi það. Ég hef nú bara sagt það og alltaf að tala það að mér finnst að eigi að saman þess að 3 flokka, Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Mér finnst þetta tóm vitleysa að við séum allir þessir hópar með öllum sem sjálfstæðismönnum í 3 flokkum. Bara fyrirgefðu. Ég sé engar svona málefnilegar forsendur fyrir því að vera í þessum 3 flokkum. Það búið til hægri samfylkingu, eins og samfylkingin var. Bara eins og Sjálfstæðisflokkurinn var. Já, eins og samfylkingin reyndi að gera, að ná saman Alþýðuflokknum, Alþýðubandalaginu, Kvennalist og Þjóðvarkar. Það sé komin tími á hægri samfylkingu. Bara, þetta átti aldrei að fara svona sundur, sko. En ég ætla að bæta einu flokki við sem er Flokkur fólksins. Í stofnun hans, þá voru þar líka menn sem að þú ættir að þekkja, sem að tóku þátt í að undirbúa það og voru í framboði líka, bara fyrirverandi sjálfstæðismenn sem voru í framboði fyrir Flokk fólksins. Þetta er nú vel, Ólaf Íslandsson, góðu félagi minn og vinnur, sko. Og það er líka flokkur sem að með mér í stjórn SÚS og svona. Það er líka flokkur sem að sækir svona fylgi til. Það eru kjósendurnir frekar eldri og ég myndi halda það að stærsti hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins, ef þú ert að tala svona gamla góða Sjálfstæðisflokkin eða hvernig sem við viljum orða það, ef við færum bara 25 ár aftur í tíman, að þá væri þetta klassískir kjósendur Sjálfstæðisflokksins sem að kjósa algjörlega mjög margt fólk í Flokki fólksins gæti verið í Sjálfstæðisflokknum. Og eins og ég segi stundum, þetta er nú bara gamaldags íhald, sko. Mikið af þessu fólki í hennu góða skilningi þess orð, sko. Sem einhvern tímann átti sitt tjald bara í tjaldbúðinni Sjálfstæðisflokkurinn. Já, og það mætti alveg finna góða leið fyrir það líka einn, sko. En þú sagðir, þetta átti ekki að fara svona. Og þá spyr ég meina, ef að þetta gerist á tiltölulega skömmum tíma, að þessi 3 flokkar verða til og sækja raunverulega inn í fylgi sem að reyndar verðum að hafa í huga var farið frá Sjálfstæðisflokknum eftir hrunið og hefur ekki ratað inn aftur, en hefur ratað kannski frekar inn í þessa 3 flokka. Já, en það var svona sem sko þokkalegt ástand sko þarna fyrst eftir hrunið áður en að Viðreisn til. Í stjórnarandstöðunni? Já, og bara flokkurinn var svona að ná alveg svona fluginu aftur, sko. Fannst mér, sko. Við sjáum þetta í könnunum að við gætum nefnilega sagt að með EFTA-dómstólnum þá hafi Sigmundur Davíðs stólið þrumunni af Bjarna sem er lent í því að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkur voru jafn stór. En ef þú ferð bara, ég held að þú ekki að fara nema 4 mánuði aftur á baki tíman, að þá var staða Sjálfstæðisflokksins bara ágætt í könnunum. Já, en hann var alveg, fannst mér að ná sér á strik svona í tíð Jóhannestjórnarinnar en Sigurður segja hann Sigmundur Davíð, bara ótrúlega snjall náungi og
Og heppinn, hann fekk dóminn, bara ég held að þetta sé eitthvað 2,5 viku fyrir kosningar, þetta ekki hægt að velja betri tímasetningu. Nei, en hann, Sigmundur hefur bara staðið sig vel að þessu leyti, bara sem stjórnmálamaður myndi ég segja og hefur alveg svona þolað súrt og sætt, og bara ótrúlega hvað hann stendur í lappirnar, þannig sé bara nú ekki að segja ég er sammála honum margt og sammála annað sem gengur, en að segla í honum. Já, ég ber bara virðingu fyrir því og mikla, En eftir þetta, kosningarnar þarna 2013, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn eiginlega ekki verið eins og að sé með möguleika á að geta vaxið upp í fyrirstærð og þá eftir þetta byrjar eiginlega klofningurinn. Já, nei, hann átti alveg sens, segi ég, hann átti alveg eftir 2013? Já, hann átti alveg sens, og en það var bara mjög óheppilegt að þessi klofningur, viðreisnarklofningur skildi gerast, mjög óheppilegt, og það er bara að ná því saman aftur, Ok, við höfum stundum verið að ræða þetta við þetta borð og ég hef lagt áherslu á þennan klofning eins og þú, þegar við erum að tala Bjarna Benediktsson, þá hefur við verið að tala að eitt er það að persónulegt fylgi formannsins, eitt er það hvernig flokkurinn er að tala til almennings, en eitt af hlutverkum formannsins er að halda flokkurinn sínu saman. Og ef hann klofnar þá er það fyrsta hlutverk formannsins að ná honum saman aftur, eins og maður sá til dæmis hjá Davíð ná borgarflokknum inn aftur. Það er kannski betra dæmi alþýðuflokkina þegar ég held að Jón hafi verið að sviðsetja eitthvað svona, það væri eitthvað næstu eins og væri samin að Gylfa og Hannibal og það er svona, oft í flokkonum er svona hugmyndur það að eitt af hlutverkunum er að sýna það að við erum saman og við getum öll verið saman í þessu flokki. Og einhver leiti finnst mér það má vera að Bjarni hafi ýmsa kosti, hann er ekki góður þessu. Já, ég get alveg tekið undir það að mörgu leiti, menn að flokkurinn hefur dottið í sundur og það hefur ekki verið hans sterka hlið allavega. Þú hefur heyrt Þórdísi Kolbrúnu leggja áherslu eins og Viðreisn ætti að eiga leið tilbaka. Ég hef aldrei heyrt Bjarna segja það. Ekki opinberlega, en sem ætti að vera ókeypis fyrir hann. Þú veist að þetta var ókeypis fyrir að segja bara. Já, en hann kannski, veit ekki, kannski hefur hann verið að spá þetta. Það er nokkur hluti sem gerast, segi ég, það er sem gerir það erfiðara. Og fyrst að leiðum það bara að hann skildi klofna og sem mér fannst þeirra svona þá, hvort að það var náttúrulega mikil pressa á hann og í kringum það allt saman, en mér fannst það bara mjög óheppilegt að hann skildi nánast bara segja fólkinu bara að fara, Og Kveikjan, ég veit ekki hvort að fólk munið þetta var Viðreisn var svona gatgerst, en það sem var Kveikjan var að afturköllunin á aðildarumsókninni. Já, sem sé, hann hafði sagt það fyrir kosningar að hann myndi vilja beita sig fyrir því að yrði atkvæðagreiðsla umsókn aðild, og svo stóð hann ekki við það. Og svo var þetta mikil óánægja innan flokksins út af því og þá sagði hann bara að fólk verður það bara að fara, hann ætlaði ekki að bakka út úr því sem hann hafði á samið við Sigmund, Ok, það bara verið til þess að Viðreisn verið til, en síðan líka hitt sem var mjög óheppilegt, það var þegar við erum síðan Sjálfstæðisflokkurinn komin í ríkisstjórn með Bjartri framtíð og Viðreisn og þá er það þannig að Björt framtíð hleypur út. Það er bara haldinn einhver fundur sér Hafnarfirði og svo bara til 2 klukkutíma þá er Björt framtíð bara fara undir ríkisstjórn. Og þá fór Viðreisn með. Ef Viðreisn hefur bara þá haldið áfram með Sjálfstæðisflokknum og sagt við ætlum bara að vinna saman og þá bara þess vegna að reyna að fá einhvern annan inn eða fara allavega
ekki hlaupa út úr samstarfinu að þá Þú getur gagnrýnt Viðreisn fyrir að gera það en þú ert í Sjálfstæðisflokknum. En sem sjálfstæðismaður hefði þú kannski að segja hvernig akkur voru við ekki meira vakandi? Akkur voru við ekki mættir bara heima hjá Viðreisn til þess að halda þeim inni? Ég get alveg spurt það. Ég get alveg ég sá mikið eftir þessu fólki út úr flokknum sko. Bara mjög mikið sko. Og margt mjög gott fólk í Viðreisn. Virkilega gott og ég vil bara sjá það sem að Sjálfstæðisflokkurinn veit ekki af að hafa. Nákvæmlega. Sko Sjálfstæðisflokkurinn bar alltaf gæfu til þess ég segi sko að vera ekki bara flokkur allra stétta heldur líka flokkur allra skoðana þú getur ekki verið með flokk með 30-40% fylgi ef þú ert ekki umbörðalindur gagnvart sko hinum þessum skoðunum og síðan þar að vera eitthvað lím í flokknum til þess að fólk hlaup ekki út þótt að það sé ekki sammála nákvæmlega öllu sem að félagar þessi í flokknum eru standa fyrir sko. Eitt af því sem mann náttúrulega ýtir undir að fólk hlaupi út eru breytingar sem voru gerðar á kjördæmakerfinu sem við minntust aðeins á að það voru stækkuð kjördæmin og það má eiginlega segja það að kjördæmakerfi frá 59 sko hafi verið svona fjórflokkurinn, kannski óléttur af 5. flokknum. Það var svona alltaf 50 flokkurinn var hann með örskaman tíma 70 flokkurinn. En svo þegar kjördæmin eru stækkuð og að þá opnast fyrir fleiri flokka. Og það bara þannig að því fleiri þingmenn sem eru í kjördæmi, því fleiri þingflokkar eru á þingi. Ég held að þessi í Brasilíu eru 52 og hvernig stendur á því? Það er alltaf upp í 70 þingmenn í einu kjördæmi. Í Hollandi, það er allandið kjördæmi, þar eru til umhverfisflokkur, það er til flokkur dýrana og svo komið nýr flokkur sem var enn meiri umhverfisflokkur. Það var alveg hárrétt hjá þér sko. Ef þú ert með einmenningskjördæmi þá færðu bara 2 flokka. Þá leiðir þetta tveggja-flokkakerfis og svo ef þú ert landið eitt kjördæmi þá ertu bara með flokkager. En ég hafði sem að flokkager þú veist bara mjög marga flokkar, litla flokkar. Kompromíið þá eftir kosningar á meðan að í tveggja-flokkakerfi þá eru kompromíið fyrir kosningar. Bara Og því sem að kosningakerfið er óléttara af fleiri flokkum, því minna svigrúm fyrir kompromíð fyrir kosningar, því að möguleikin á þú kljúir þig bara út og stofnir þinn eigin flokk verður meiri. Sko mér fannst þessi breyting, sko mér fannst hún ekki, ég skildi þetta svona sömuleyti að það var þörf á henni. Og menn vildu svona nota þetta tækifæri til þess að jafna vægi atkvæða og allt það en ég hef svona sem þingmaður í Norðurlandskjördæmi vestra þá hef ég bara miklu frekar sko viljað fara bara að frekar fækka þingmönnum og 5 niður í sko 3 eða 2 sko. Það hefur verið miklu betra fyrir Norðurlandskjördæmi vestra sko. Og Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er eiginlega tillega sem að Bjarni Benediktsson með núna. Það er ekkert garanterað að það hefur verið betra endilega fyrir Sjálfstæðisflokkinn sko. Sem bara sem svo að ef að hefur verið 2 eitt kjörinn og annað í jöfnunarsæti, menn það getur lent hvar sem var sko. En ef við verðum með 3 manna kjördæmi út landið þá er náttúrulega líklegast að Sjálfstæðisflokkurinn skiptið bara landinu á milli sín sko. Það verður bara á höfuðborgarsvæðinu sem að væri pláss fyrir sko, en ef 3 sko, þá eru 2 og svo 1 jöfnunarsæti og jöfnunarsæti hefði mjög ólíklega lent hjá sem sé Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum heldur væntanlega Samfylkingunni þarna í Norðurlandskjördæmi vestra sko. En þetta sko, en þú veist, mér finnst bara fyrir kjördæmið og þetta fannst mér alveg bara frábær stærð að kjördæmi. Þetta var þannig að maður gat kynnst svona mjög mörgum persónlega, maður gat farið inn á svona nánast alla vinnustaði í kjördæminu
og kynnt sér bara svona stöðuna alveg bara ofan í kjölinni nánast sko. og ég gat farið kannski í svona 2 daga ferð og tala við kannski svona 40 manns og labba bara inn og ég vissi bara nákvæmlega hvað var að gerast. Bara hjá öllum sko. Þessu var breytt. Þessu var breytt. Ég hef nú haldið fram að stofnun Frjálslynda-flokksins hafi svolítið ýtt undir það að menn hafi reiknað það út að það væri verið að girða fyrir að slíkt myndi gerast aftur, en þá koma bara einhverju annmarkar í ljós. En ég nefni þetta núna því að tala svona það sem ég var að grínast við að kalla samfylkingu hægra megin, að því að samfylkingin, hún var stofnuð út úr gamla kjördæmakerfinu og svona hugmyndum að sameina alla vinstri menn. Ég held að sko saga hennar hafi sýnt það að nýja kjördæmakerfi gat ekki haldið hópnum saman því að við fáum klofning þar sem er björt framtíð. Við gætum raunverulega flokkað sko píratarnir eftir þeir ekki svona venjulegum degi eiga heima bara í svona einhverju sem var svona sirka samfylkingin. En sko í gamla kerfinu þá gastu svo oft náðin kjördæmakostnaður manni í Reykjavík sko. Reykjavík var eitt kjördæmi. Þú þurftir ekkert svo mikið til þess að ná manni í Reykjavík. Það var klofið til þess að verið síður hægt. Já, en ég segi þú þurftir ekkert svo mikið þá til þess að ná manni í Reykjavík. Og ef þú náði mannin í Reykjavík og nægilega mörgum sem sé atkvæðum yfir landið, þá gastu alltaf fengið, þá fékkstu alltaf einhvers staðar jöfnumætt sko. Kerfið var breytt líka þannig að Reykjavík klofin meðal annars til þess að girða fyrir möguleikana þessu. Jafna það. Þannig að menn voru einhvern veginn að reyna að búa til kerfi sem myndi henta sér, en ég held að hafi snúist í höndunum á þeim og að kerfi sem núna hendi Sjálfstæðisflokknum ákaflega illa og gerir það erfitt fyrir flokkinn til dæmis að það sem að þú myndi vilja sjá, að þau myndi ná saman hjörðinni aftur, að kosningakerfið svolítið togar á móti sko. Af því það er auðveldara. Ég meina kannski, þú veist, ég hef hins vegar ekki séð það sem vandamáli. Ég hef bara séð sem vandamáli það að svona ekki það er bara ekki unnið í þessu sko. Af hverju heldur það sé? Það er allir kannski að bíða til í einum En Stóri, hann á að taka símann sko. Já. Það er Davíð sem á að hringja í Albert sko. Alveg eins sko. Ég myndi að segja það, allavega, en ég bara, mér finnst að þetta er gerast. En núna er staðan orðið svo að í maskinu var Miðflokkurinn stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn, öfugt í Gallup, en þú veist, við getum bara sagt að þeir eru í fylgi, eru þeir orðnir svipaðir, kannski Miðflokkurinn ívillægri, svo er það sem hefur gerst núna undanfarni á þessu ári, að þá er það að gera sem að kannski fleiri spáðu að myndu gerast sko fyrir 2 árum þegar að Kristrún beygir samfylkingunni frá Evrópu. Að þá hefðu flesti sagt að þarna fari Viðreisn svona kannski 4% af svona hægri kröddum til sín. Viðreisn hélt það en það er bara ekki gerst. En að sumu leyti má segja að það hafi bara verið svona smá seinkun á þessu því að Viðreisn er að braggast mikið núna undanförnum í konunum. En samt sko þetta er bara með alla þessa 3 flokka, Sjálfstæðisflokkinn, Viðreisn og Miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn sem 25% er mjög góð útkoma. Það fari ekki 25% í Sjálfstæðisflokknum nema Miðflokkurinn sé niðri og Viðreisn niðri. Og svo tala með þessu bæti svo fólkinu líka sko, flokki fólksins að þá, þú veist, er flokkur fólksins kannski með 5%. Og hann má ekkert fara mikið upp fyrir það ef að Sjálfstæðisflokkurinn á 25 sko. Og svo getur þú sagt ef Viðreisn á 10 og Miðflokkurinn 10 þá þarf Sjálfstæðisflokkurinn að fara niður. Svona talningi um að Miðflokkurinn á 15 sko, þá þarf Sjálfstæðisflokkurinn að fara niður. Þannig að ég sé bara ekki að það, og svo getum við bara tekið flokk fólksins inn í þessa jöfnu líka. Ég bara sé ekki fyrir hvern og einn af þessum flokkum ef mann horfa til lengri tíma að það sé svona einhver stöðuleiki og að það fari, ef all orkan fer í þessum flokkum að rífast einhver smáatriði hverju annan. Keppast innbyrðis. Já, keppast innbyrðis og missa bara fókusinn á bara, þú veist, langtíma hagsmuni Íslands, skilur. Eins og þessi flokkar líta á það sameiginlega. Já,
og það er alveg nóg verkefni að horfa á langtíma hagsmuni Íslands og hvað við þurfum að gera sem við erum kannski 90% sammála þessi flokkar og nota orkuna saman til þess að keppa við Samfylkinguna, VG eða hvaða flokkar koma upp hérna á vinstra megin sko. Og Sósíalistaflokkin sko. En hérna bara til þess að halda honum til að haga líka sko. Líklega þetta þannig að þessi flokkar eru meira minna að keppa sama fylgi. Það reyndar ef við tökum sko Framsóknarflokkinn að hann getur náð inn í það fylgi og það fyrir eftir hvernig hann dregst saman. Hann bara þannig Framsóknarflokkurinn hann kannski búinn að missa svona þessa fótfestu eða undirstöðu sem hann hafði sko í samvinnuhreyfingunni og samvinnufélögunum. Og félagslegi armurinn og svona þessi svona beinu tengsl flokksins við atvinnulífið hafa þess vegna svona dofnað skulum ég segja. En Framsóknarflokkurinn hefur bara svona alltaf svona frá því ég man eftir mér svona verið svona bara hugsað eins og fiskimaður sko og haft verið og þau hafa verið ansi snjöll í því bara gefa það sem þau að spotta svona hvaða mál eru það sem að brenna á fólki núna kannski 1-2 mál og taka bara fast á þeim og fyrir hérna svona kjósendur sem að bara svona mál skipta bara mjög miklu máli og þau taka afstöðu milli flokka út frá þeim að þá hefur Framsókn fengið sko stuðning að fólk hefur gefið þeim séns og stundum þurfa ekki að uppfylla þessi loforð sín? Nei, en stundum bara geta þeir það ekki og allt gott með það menna man nú eftir einu svona fíkniefnalaust Ísland ekki árið 2000 eitthvað var það ekki eitt svona loforð einhvern og hérna en menna þetta bara skipti marga miklu máli þetta var einu flokkurinn sem var að berjast fyrir þessu og svona en ég sé bara en ég vil bara hrósa þeim fyrir bara hvað þau hefur verið snjöll í þessu sko. En þessi flokkar sem þú nefndir, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Miðflokkur og Flokkur fólksins eru svona bæði hjá Gallup og í maskinu með svona 50% fylgi. Samanlagt. Já, það getur verið. Sem ætti í góðri stemmingu að geta skilað meirihluta á þingi. En ekki sem sameinaður flokkur. En það verður aldrei sem sameinaður flokkur. En það gert að ef þau fóru fram í sikkur lagi, þá getur þessi flokkar hugsanlega náð saman meirihluta. Og þá kæmi þá möguleiki á hægri stjórn sem að þið dreymir líklega þar sem að 90% þessi flokkar getur sameinast 90% af stefnumálunum og hvað væri það? Hvað ætti þessi flokkar að sameinast? Hvað er það sem þessi flokkar vilja? Saman? Já. Ég myndi segja að þessi flokkar vilja allir saman, myndi ég segja. Bara eins og ég sé bara helstu verkefnin bara út frá því sem mér finnst. Þá eru nokkuð stór verkefni. Það er hérna útlendingamálin sem að snúast að mínum mati fyrst og fremst það að verkefni að gera alltaf fólk sem búið að flytjast til landsins að Íslendingum. Og það snýst mjög mikið það að fókusera á aðra kynslóðina að hún læri örugglega íslensku. Við þurfum að eyða bara mjög mikill orku í þetta. Síðan er það mál eins og orkumálin. Að við getum aukið orkuframleiðsluna og verið sjálfbær í orku. Algjörlega sjálfbær. Og það er bæði efnahagsmál en ekki síður bara stórt þjóðaröryggismál. Að við séum sjálfbær í orku. Og þetta 2. Númer 3 segi ég, það er bara rekstur þessara stóru kerfa okkar. Eins og heilbrigðiskerfið, menntakerfið og það allt saman. Þetta er bara
sko mjög stórt mál og það sem þarf fyrst og fremst að gera þar, það er að innleiða samkeppni. Einkavæðingu. Bæði einkavæðingu og svo líka bara þessa félagslegu einkavæðingu og jafnvel samvinnuvæðingu. Ég sé bara mikið pláss fyrir sko samvinnuvæðingu eins og grunnskólum. Það sem að bara foreldrar stofna samvinnufélag utan rekstur grunnskóla. Og svo líka þessa félagslegu einkavæðingu sem að bara hefur sem að taka ekkert endilega svo mikið eftir sko en hefur mikla þýðingu í okkar efnahagslífi. Ég nefndi til dæmis eins og lífeyrissjóðirnir. Það sem að við höfum sem sé einkavætt í rauninni félagslega einkavætt að stórum hluta það kerfi. Ég nefni fyrirbæri Þeir hegða sér bara eins og kapitaliskur eigandi lífeyrissjóðirnir. Það er ekki félagsleg sjónarmið hjá lífeyrissjóðunum. Það er bara nákvæmlega félagsleg sjónarmið hjá lífeyrissjóðunum að afla ávaxtaféð með skynsamlegum hætti þannig að það standi undir lífeyrisgreiðslum til aldrara. Er það ekki félagslegt? Það er bara algjörlega sko rock bottom félagslegt fyrirbæri að setja til hliðar peninga ávaxtaða til þess að geta borgað ellilífeyri og örorkulífeyri. En maður getur líka sagt þessu að lífeyrissjóðir sem eru svona stórir og eru að fjárfesta svona miklar fjárhæðir inn í hagkerfinu að þeirra langtímamarkmið ætti fyrst og fremst vera það að hagkerfi verði öflugt og sterkt þannig að til dæmis að fara út í stórfellda húsnæðisuppbyggingu væri sko félagslega aðgerð sem myndi styrkja hagkerfið sem að lífeyrissjóð verður síðan að skila lífeyrum svona ávöxtu til lengri tíma. Þannig að öll slík svona nation building ætti að vera á hlutverki í lífeyrissjóðina. Það er svona félagsvæðing frá mínu sjónarhóli. Já, það bara væri fínt ef að lífeyrissjóðirnir gætu komist inn í á húsnæðismarkaðinn að byggja húsnæði og sumir hafa verið að taka þátt í því beint og óbeint og lífeyrissjóðirnir ætla að lána feikilega mikið að sjófélagalögum sjófélagalánum til þess að fólk byggja húsnæði. Ég er ekki að trufla því að búa til stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar. Nei, ég bara segja það að og þessi sko það er svo miklu stærra hlutverk fyrir þessa félagslegu einkavæðingu í þessum kerfum heldur en að við gerum einhver grein fyrir sko og ég nefnum til þess eins og virk alveg púra félagslega einkavæðing á endurhæfingarþjónustu og ég sé bara það er fullt af svona málum og því að eitt af því sem ég held að sé mjög vont í heilbrigðisþjónustunni það er bara þessi skortur á samkeppni og ég held að sameining Landspítalans og Borgarspítalans á sínum tíma verið mikil mistök því að bara þegar þú býr til eitthvað svona stórt bák sem hefur engan samanburð nokkuð skapaðan hlut nema sjálft sig að þá fer öll ákvörðun að taka fram einhvern veginn á eigin forsendum óháð því sem er að gerast í kring sko. og ég myndi segja það að næstu skref þar væri að efla einmitt sko sjúkrahúsin eins og í Reykjanesbæ, Selfossi, Akranesi, Akureyri til þess að veita Landspítalanum bæði faglega og fjárhagslega samkeppni og ég held að það sé fullt að tækifærin fyrir sem sé lífeyrissjóðina eða aðra bara svona önnur svona bara félagsleg fyrirbæri sko, samfélagsleg fyrirbæri til þess að koma bara all þessu sko. Ríki og sveitarfélag? Já, bara og síðan er það líka bara innviða uppbygging. Síðan er bara innviða uppbygging bara eins og samgöngur. Við sjáum bara til sérstaklega þar og innviða uppbygging yfirleitt að það er fráveitur til dæmis. Bara það er alveg sko mikið pláss þar fyrir einkavæðingu á félagslegum grunni, þú veist þessa félagslegu einkavæðingu að lífeyrissjóðirnir komið inn og annað og bara það sem við sjáum er það að ríkið er að taka bara að sér allt og mörg verkefni sem ræður ekki við bara ræður ekki við að halda út í vegunum eða
Það er bara kjósa að gera það ekki, sko. Kjósa, það bara ræður ekki við það. Ríkið kýs að innheimta ekki eðlilega skatta af fjármagn og fyrirtækjum. Þetta nú bara algjört rugl, sko. Að því að stærð ríkisins í sjálfu sér í hlutfalli af sko landsframleiðslu og skattar í hlutfalli af landsframleiðslu eru bara ekkert úr kortum með það sem annars staðar er. Bara það er ekkert hægt að segja það að skattastigið á Íslandi sé eitthvað sérstaklega lágt. Ekki hjá venjulegum. Það er lægri fjármagnstekjuskattur en það er lægri til skattur á fyrirtæki. Nei, sko, fjármagnstekjuskatturinn hækkaði upp í 22%. Og það er 6% það sem er lægstur á Norðurlöndum. Hann er upp í hvað ekki 40%. Hver er verðbólgan í svona löndum? Hvað er mikill hluti af fjármagnstekjuskattinum sem er skattur á verðbólgu? Bara verðbólgu hagnað. Það er ótrúlega stór hluti. Það bara vill svo til að meiri verðbólgu í Íslandi núna. Það er bara verið verið samfellt á skoða tímabilið frá 91. Þá er verðbólga á Íslandi frá 91 er búin að vera meðaltali 4% ári. En 22% fjármagnstekjuskattur á slíka verðbólgu er alltaf milli 0,8 og 0,9% sem að virka bara eins og eignaskattur á hverju ári á þessari fjármagnseign, sko. Og þannig að það þarf En fjármagnstekjuskattur fór nú niður í 10%, sko? Já, hann byrjaði sem 10, ég setti hann á sínum tíma, hann byrjaði sem 10 og það var bara mjög eðlilegur skattur miðað við það að skattleggja svo mikið verðbólguhagnað. En þetta, svo, þú veist, áður en hann kom, þá var bara sparifé ekkert skattlagt yfirleitt, sko. Að þetta var svo mikið bara verðbólguhagnaður, sko. Það voru hins vegar var skattlagt arðgreiðslur og söluhagnað. Nei, já, bíddu, þá var kerfið þannig. Það var skattlagt eins og launatekjur. Kerfið var þannig, svona áður en að við breyttum þessu, að þetta var þannig, sko, fyrirtæki gátu dregið 10% arð frá tekjum og svo var allt saman sko skattlagt í fyrirtækjaprósentu sem var sko há. Byrjaði nú þegar ríkisstjórn Davíðs tók við, þá var þetta einhverjum 50-60% og fór svo niður í sem sé 30, sko, og þannig að það var, og síðan var sko einstaklingarnir, þeir fengur sömu 10%, þá har hann bara 10% að nafnvirði pluss það sem átti að gefa út að jöfnunarhlutabréfum, þannig að skattstofninn var mjög lágur en allt það umfram var skattlagt í tekjuskattsprósentu. Og hvað þýddi þetta nú? Þetta þýddi það að fólk gat ekki tekið peningana út úr fyrirtækjunum nema tvískattaða í rauninni, bæði hárri tekjuskattsprósentu í fyrirtækjunu og hárri tekjuskattsprósentu á einstaklingnum. Og þá greiddi fyrirtækin ekkert arð. Þeir greiddu bara aldrei arð, nema bara mjög takmarkað. En þegar við breyttum þessu, þá gaf þessi 10% fjármagnstekjuskattur miklu meiri tekjur inn í ríkissjóð af þessum fyrirtækjum heldur en nokkuð tímann þar á undan. Og annað sem þetta gerði, þetta er stór skemmti svo mikið rekstur. Vegna þess að fólk, venjulegt fólk, sérstaklega í litlu fyrirtækjunum, gat ekki tekið út arð úr fyrirtækjunum og þurfti að taka allt út sem laun. Og þá var verið að hrúga inn á launaskrá fyrirtækjana, allir í fjölskyldunni, og reyna að hafa fólkið kannski eitthvað í vinnu. Og þetta bara gerði það verkum að atvinnulífið bara var rekið meira og minna með einhverju svona monkey business, sko. Og þessu var gjörbreytt með fjármagnstekjuskattinu, sko. Ef við tækjum núna hagvöxt á mann frá 91 fram á 2024, tækjum sambarlegt tímabil á undan, þá liggur við að hagvöxturinn hafi verið sko 2-fall meiri á tímabilinu sem að þú taldir og þú og félaginn í Sjálfsflokksnum tölduðu vera að lækna því að væri alltaf kafna hér uppur og það væri ekki leið á að reka fyrirtæki. Það var hagvöxtur á mann var meira en 2-fall meiri heldur en hann var á nýfrjálshyggjutímanum ykkar. Nei. Það sem að gerðist, það var ákveðið tímabil sem að kom þegar færiðum út landhelgina, það sem var að vera að ausa bara hrúa frysttogurum eða togurum, segi ekki frysttogurum, heldur togurum og auka fiskveiðarnar. Auka fiskveiðarnar, ég var nefnilega að vera að skoða þetta, sko, og auka fiskveiðarnar. Og þetta kom í bara þetta sprakk, sko,
og ég bara vann þegar ég var að lesa gamla grein sem ég skrifaði í tímaritið Stord 1984 sko. Og þá var það þannig að það var búið að fjárfesta svona villt og galið, en afraksturinn af þessum fjárfestingum sem voru gerðar með þessum hætti hafði minnkað 30–40%, eða sem sé þjóðarframleiðslan sem að þessar fjárfestingar sköpuðu hafði lækkað sem sé 30–40%. Og þetta var allt saman bara komið í tóma vitleysu sko. En ég bara, landsframleiðslan bara ágætis mælikvarði. Já, og ef bera saman samfélagið. Ef ég ber saman samfélagið fyrir nýfrjálshyggju og eftir nýfrjálshyggju, þá var næstu tvöfalt meiri kraftur í hagkerfinu. Þetta er bara ekki rétt. Og þú getur talað fæstu landhelgina hér, en ertu komið með Ísland var það túristalandi, sem að er stærri stóð sem sett undir heldur en sjávarútvegurinn gerist megin, en samt erum við með vöxt á landsframleiðslu á mann minni á nýfrjálshyggjutímanum. En Vilhjálmur, ég mun ekki ég skal bara fletta þessu upp og sína. Ég mun ekki tala þig ofan af nýfrjálshyggjunni og þú ekki mig af sósíalismanum. En það sem að þú varst að telja upp áðan, og ég ætla að sleppa þig að koma með langaði að koma með svona neðanálsgrein í sambandi við það að sameina sjúkrahús og fleira, er svolítið stefnu sem var rekin á tímabili eftir 91, sem var meiri trú á stærðarhagkvæmni að það myndi leiða til meiri skilvirkni og ódýrara verðs, og það meðal ástæðan fyrir því að menn hafa fagnað því að yrði til bara stór útgerðarfyrirtæki og væri lítil samkeppni í útgerð, að sameining spítalanna hluti af því tímabili. Það er þessi endar svo trú á því að einhverjum samlegar áhrifum einhverja stóra eininga, og það eru færri tryggingafélög sem að starfa núna, það eru færri heildsalar sem að starfa núna, það eru færri fyrirtæki á öllum sviðum atvinnulífsins og minni samkeppni. Ég bara segja að það verður að vera samkeppni. Það er bara ég verður að segja það líka. Það er lítil samkeppni í Íslandi. Eins og þú talar það, ég segi bara að það er eiginlega hvergi meiri samkeppni í sjávarútveginum. Og hvað heldur þú að hafi ekki verið mikil samkeppni þegar kvótakerfið var sett á og þegar fyrirtækin sem voru allt of mörg og með allt of óhagkvæma yfirbyggingu bara hurfu og hvað heldur að það eru margir af þeim sem byrjuðu þá sem hafði gjarnan viljað halda áfram en urðu undir í samkeppni? Vegna þess að höfðu ekki sama aðgengi að fjármagn sem að keyptu út. Þetta snerist ekki bara fjármagn, kannski minnst, þetta snerist mest bara samkeppnishæfni í rekstri og hvort að menn tóku réttar ákvarðanir og hvort að menn vildu breyta og aðlaga sig að því sem að koma heldur en að bara halda áfram eins og ekkert hefði skorist. Og þeir sem að gerðu það ráku sér bara fljótlega á veggi, þannig að og það er ennþá þannig og það er og í lögunum er þessi takmörkun á stærð fyrirtækjana sett inn til þess einmitt að viðhalda því að þetta renni ekki allt saman í svona 1-2 fyrirtæki sem væri mjög óhöfulegt, segi ég. Það hefur illa haldið. Mjög óhöfulegt. Hefur illa haldið. Við getum rifist það, en ég segi bara, það er nauðsynlegt að hafa samkeppni þar og það er líka nauðsynlegt í þessum bara, í þessari fákeppnis samfélagi, því við erum lítið samfélagi, að viðhalda samkeppni á sem flestum mörkuðum og þegar ég kom inn á þing þegar ég kom inn á þing þá voru verðlagshöft og ég sat í 3 manna verðlagsráð sem var ég og svo þegar ég kom í Vestlandsráð þá sat ég í verðlagsráði og þá var ég að ákveða í þessu verðlagsráði verð á kaffi, brauðum, olíu, sementi, steypu, skilur. Þetta hefur verið einkavætt og verðbólgan var, svo heldur mann alltaf að þetta var einhver vörn gegn verðbólgu, en verðbólgan var bara meiri heldur en bara á byggðu bóli eiginlega, verðlagsráðið hefur verið einkavætt og það gerist með þeim hætti að ef að bónus selur eitthvað á 100 krónur þá selur krónan á 101 krónu
Þannig að þau stilla sig bara saman og það eiginlega svona verðlags ákvörðunin, hún bara ekki í höndum kjörinna fulltrúa eða almennings eða almannavaldsins, heldur er það bara í höndunum af fákeppnisfyrirtækjum sem að stilla verðinu bara upp þannig að þeir ná að hámark. Markaðurinn bara þessi markaður opinn sko. Og það heilmikil gerjun á þessum markaði, til dæmis allir þessi netverslun sem komin upp og eitt og annað sem hefur verið að gerast sko. En þarna byggst upp sem sé öflugir aðilar og fylgir bara bónus frá því að það byrjaði þangað til að hvað sem er komið núna, eða hagkaup frá því að hagkaup byrjaði þangað sem er núna, þá er þetta náttúrulega gerst í mikilli samkeppni sko. Og myndi ekki hafa gerst nema þess að það var samkeppni og það var pláss inn á markaðinn. Og nú síðan kom áður að prís komið núna til þess inn á þennan markað. Samkeppni á bankamarkaði? Tryggingamarkaði? Já, það er samkeppni tryggingamarkaði, ég veit það, ég er í stjórn tryggingafélags, ég veit allt það. Já, það er sko samkeppni þar. Olíuverslun? Olíuverslun, já, það er líka samkeppni þar. Bara í kringu Costco? Nei, ekki, það er Costco komin á markaðinn. Og þú veist, með bara sitt viðskiptamódel og bara mjög gott. En Costco er ekki að útrýma öllum hinum. Nei, Costco komin á markaðinn náði svona 10% markaðshlutdeild og var með 25% lægra verð. Sá það að möguleiki væri að búa til nýja búð og ná 20% og með þessari framlegð, en þeir kusu það að bara hækka verði svona vera aðeins undir hinum og taka þennan auka ávinning sem er fákeppnisgróði þeirra sem eru í fákeppnismarkaði og stingi vasan. Ok, þú veist, en það er bara einhverju aðrir sem að velkomni líka. Það eru prísætlar. Mannendur Bauhaus kominn og að móti keppa á móti Húsasmiðjunni og Bíkó. Jú, þeir komu og standa sér vel sko, en Bíkó og Húsasmiðjan eru líka bara áfram og fullt af öðrum svona aðilum sem er á þessu markaði sko. Reynda búið að kaupa upp eitthvað þessu, eins og múrbúðina? Ég veit það bara, jú, en þú veist, en fyrirtækin náttúrulega bara koma og fara og aðalmálið er það að markaðurinn sé bara opinn og það komist allir að og svo náttúrulega, en það getur enginn ætlast til þess að hann þurfi ekki að hafa fyrir því að hasla sér völl á markaðinum. Það er bara þannig. En ég er að segja að þetta er bara stór mál svona til framtíðar að við þurfum þetta bara að viðhalda sko samkeppni og við þurfum að auka samkeppni og sérstaklega að koma inn meiri samkeppni í þessum stóru kerfum okkar, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. Það var fyrst og fremst á grunnskólasviðinu. Það er þokkaleg samkeppni á sko framhaldsskólastiginu einhverjum ástæðum að skólarnir eru að keppa nemendur. Og þeir reyna að aðgreina sig og búa til sinn eigin kúltúr og allt það, eins og bara komið í ljós þegar átt að fara saman framhaldsskóla að það gekk nú ekki vel og háskólastiginu getur ekki ímyndaðir hvað var bara mikil breyting á Háskóla Íslands eftir að HR fekk að fara af stað og Háskólann á Bifröst með Háskólann á Háskólann á Akureyri komið inn á markaðinn. Það hefur verið til góðs. Og þannig að þetta þurfum bara að halda áfram með sko. Vili, þú tókst þátt í miklu samfélagsbreytingum eftir 1991 í sem að Sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir og þegar þú ert að lýsa stöðinu núna með hægrið sem er svona klófið, þetta væri 4 flokkar sem eru öfulega ættu að vera í einhverjum svona stærri tjaldbúðum til að ná fram einhverjum árangri sem ég heyri að þú lýsir eiginlega sem bara áframhaldandi af því sem að þið náðu miklum árangri, náðu svona að breyta mörgum kerfum en þú vilt halda áfram. Það sem að stendur í vegi fyrir því að einhver muni takast það og ástæðan fyrir því kannski að Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn með VG og Framsókn en ekki í þessum tjaldbúðarflokkum þar sem að gætu náð kannski 90% saman stefnu og halda áfram þá leið sem að þú vilt fara og sem að kemur kannski ljós í samtalinu okkar á milli sem ég vil ekki fara en það sem að stendur í vegi fyrir árangrinum að þínu mati er eiginlega svona klofningur fylgis Sjálfstæðisflokksins í marga flokka og að þessir flokkar eru að eyða orkun í því að berjast fylgi sína á milli og þú segir fyrir þér kannski er það draumsýn, kannski er það óraunhæft að það er einhver meiri sameining þarna einhver tiltekin skýr markmið að breyta í samfélaginu til bóta þínu mati.
Já, þú veist, ég held að bara værum saman. Ég held hins vegar að við myndum, sko, sem einn flokkur myndum ekki vera að ná meirihlutafylgi, sko. Nei. Og ég held að þannig að við myndum alltaf þurfa að vinna með einhverjum öðrum flokki, hvort sem það hérna Framsóknarflokkurinn eða Alþýðuflokkurinn, eða Samfylkingin eins og fyrir dag. En ég bara segi til þess eins og þegar við fórum með Alþýðuflokkinn í 91. Sko, það voru bara fáir sem að tóku jafn rösklega undir minn málflutning þar á árunum undan eins og Jón Baldvin. Allt sem þetta gera til þess að komast út úr þessari ríkistýringu á fjármagnsmarkaðnum, pólitískri stýringu á öllum bönkunum og öllu, sko. Og koma inn svona meiri samkeppni og meira frelsi. Það var hann. Og jafnvel, sko, hann var jafnvel harðari talsmaður fyrir þessum hlutum heldur en margir í Sjálfstæðisflokknum. Hægri kraftar voru mjög öflugir í svona nýfrjálsísku sjónarmiðum og margt af því sem þú ert að segja núna, þú fengir eftir marga skoðanabræður inn í Samfylkingunni. Já, vonandi. Ertu að tala um það að það þarf að efla Sjálfstæðisflokkinn til þess að hann sé sterkari í ríkisstjórn með til dæmis Samfylkingunni? Þú veist, sko, mér finnst bara að vera gott fólk í öllum flokkum, sko. Þú þarft að ná stefnu við fram. Já, og mér finnst að bara, þú veist, og ég held að bara maður geti, og það sé hægt að fá, sko, fólk í rauninni úr öllum flokkum, sko, til þess að vinna með að þessu og þetta þarf alltaf að miðla málum öllum saman. Þú veist, leiðin áfram alltaf í gegnum einhverja málamiðlanir, sko, fyrir rest, sko. En ég sé, þú veist, að vera margt gott fólk í Framsóknarflokknum, margt gott fólk í Samfylkingunni, margt gott fólk í VG og Sósíalistaflokknum, menn þú ert í Sósíalistaflokknum, mér líka bara vel í því, skilur það. Við þurfum ekki á sömu skoðunar, sko. Nei. Ég er ekki minn dómur á karakterinu þótt þessi ósamanlegar í pólitík. Nei, alls ekki. En það sem ég verið að velta fyrir mig, hvernig þú sér þetta? Ef við förum hana til 91 og þú veist að Jón Baldvin og félagar og Jón Sigurðsson og fleiri tók undir með ykkur og ykkur að þá það hluti af Sjálfstæðisflokknum sem var að reka þar svona ákveðna stefnubreytingu í flokknum, svona breyttar áherslur. Að þá hafðu þið kannski svona sterkari tök í umræðunni og voru svona til leiðandi hugmyndalega. En það er kannski ekki hægt að segja það Sjálfstæðisflokkinn í dag. Að það sé hægt að ráða eitthvað út úr því hvað hann vill gera sem eitthvað svona sem að maður geti séð fyrir sér að það er svona leiðandi í pólitísku umræðu næstu árinna eða eitthvað. Það má alveg segja það. Bara, mér finnst að svona þessi hugmyndafræðilegi debatt, sko, hefur svona hann aðeins hjaðnað, finnst mér, sko. Og sko, þú veist, ég segi alltaf bara, þú veist, ef þú tekur bara fyrirtæki sem bara gengur mjög vel þá þurfa menn alltaf að vera á tánum til að breyta og bæta og hlusta á hvað geta þeir að gera betur og svona. Leið og menn fara að segja bara getum við bara við erum bestir og það er það bara það sem við erum og ætlum bara að vera en bara eru svo ánægðir með allt sem þeir að gera þeir það má ekki betur fara, sko. Það er svo stíga ekki á bensinnið og flugvélin bara auka flugið. Ég bara, þú veist, að hætta að hugsa þetta. Þess vegna er það þannig að það er öll svona, þú veist, gagnrýni af henni góða, sko. Þú veist, á allt, sko. Og bara, jafnvel þú komið frá svona sósíalistum eins og þér, sko. Þú veist, hún er algjörlega nauðsynleg vegna þess að, þú veist, jafnvel þetta sé bara, þú veist, 90% della, ef það sé bara 10% sem er eitthvað sen, sko. Þá þarf maður að hlusta á það og reyna einhvern veginn að breyta og bæta til þess að ná því inn, sko. Og til þess að geta orðið svona hugmyndaleg degla, sem Sjálfstæðisflokkurinn, og þá væri betra fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hafa miðflokksfólkið og viðreisnarfólkið og flokkfólksfólkið inni til þess að geta búið til stefnu sem að myndi duga flokknum betur. Það held ég.
og bara, þú veist, það fullt af verkefnum framundan og bara ef við næðum öllum þessum hóp á bakvið þá held ég að við verðum bara í betri málum, sko. Það ekki alveg að sjá hvernig það hægt að gera það. Það ekki... Já, það náttúrulega vinna í því. Það enginn að vinna í því. Ég held ekki. Ég held að reyndar að það hafi verið svolítið svona við þegar Katrín hætti. Að þá var svona einhverjar tilraunir til þess að heyra aðeins í Viðreisn Jú, en svo má kannski segja að við höfum mistað ákveðnu tækifæri þegar ákveðið sko framlengja lífi ríkisstjórnarinnar sko, eftir kosningarnar síðustu sko. Að svona eftir að hyggja þá það sjálfsagt sko mistök bara frá hendi allra flokkana sko, að halda þessu áfram sko þú veist, og þegar þau koma eins og fyrir kosningar og lýsa yfir að muni halda áfram sko, eða ná meirihluta, eða þú veist, það muni vera fyrsta option að gera það held ég að bara hafi verið mistök og það hefði verið betra að brjóta þetta upp þá, því að núna sko, eru allir sko, þeir sem að taka þátt í þessu farnir að tapa á þessum málamiðlunum sko. Og fólk er bara orðið svo þreytt á þeim og það einhvern veginn í þessu umhverfi sko, þá bara verður ekki sama einhvern veginn pláss fyrir sko, svona þessa hugmyndafræðilegu gerjun eins og ég lýsa þú veist bara sem mína skoðun sko. Það bara verður ekki pláss fyrir hana út af öllum þessum málamiðlum sko. Og þetta sé sama í bara, þú veist, sko, VG eða Framsókn eða okkur sko. Hún verður bara svo stuðandi í ástandinu sem það er. Já, það er ekki hægt að lifa hana bara. Já, bara það einhvern veginn má ekkert. Já, því að hún verður bara eiginlega leið, verður eiginlega krafa að slíta ríkisstjórnarsáttinn. Já, einhvern veginn svoleiðis sko. Styrmir sagði mér einhvern veginn frá því þegar ég var að spjalla við hann að hans draumur hafi verið það að hætta sem ritstjóri Morgunblaðsins og fara og taka þátt í starfi inn í Valhöll sem væri svona hugmyndaleg deigla og það kom í ljós að það var ekkert slíkt í gangi og það sem hann fannst eiginlega enn sárara var að hann upplifði það að sín væri ekkert sérlega vænst. Þannig hann var að lýsa ástandi fyrir svona meir en 10 árum síðan að þá hafi verið eiginlega svona við bara vonbrigðum mann sem hefur lifað og ræst í pólitík alla sína hundsokata tíð yfir að flokkurinn hans væri ekki svona öflugri hugmyndarleg deigla sko. Þannig að þetta hefur verið bent á þetta árum saman sko. Já, það skorti. Þetta er svona, já. En ég bara, þessi hugmynda, allavega var það þannig, þegar ég var svona í SÚS sko, þá var þetta bara mjög mikil svona hugmyndafræðileg gerjun sko, í ungliðarhreyfingunni þá sko. Og svona bara fekk eins og ég fyrir sjálfa mig sko, þá fekk ég bara mjög góðan vettvang fyrst í Vinnuveitendasambandinu sko, svo í Verslunarráðinu og svo í Samtökum atvinnulífsins til þess að vera í svona alls konar hugmyndafræðilegum pælingum skulle ég segja og það hljóti verið það en ég tek undir það var ekkert á vettvangi sjálfstæðisflokksins sko. Ekki þannig séð sko. En það má kannski líta á þetta sem þingtanka fyrir sjálfstæðisflokkinn, sömu hreyfingu, viðskiptaráð og Samtök atvinnulífsins. Það var alveg, það var þannig sko og bæði og alveg sko svo Vinnuveitendasambandið og Verslunarráðið sérstaklega náttúrulega. Herðu, en sjálfstæðisflokkurinn eitt er svona hugmyndaleg deigla og eitt er svona forysta og ná áhrifum en eitt er það að þegar flokkur kemst í þessa stærð og þessa stöðu sem sjálfstæðisflokkurinn var þá eiginlega stærðin nærir hann sjálfum sér. Þú veist, hann er valdaflokkurinn og við þekkjum svona dæmi að sko flokka sem að eru svona sterkir að þeir geta haldið flugi svolítið lengi og í gær þá voru við að ræða þetta eitthvað og voru verið að ræða svona hvað sjálfstæðisflokkur geti fallið mikið og datt mér allt inn í hug að kíkja á stofnanavædda byltingaflokkinn í Mexíkó sem er svona oft tekið sem dæmi valdaflokk sem að heldur völdum lengi fyrir með því að vera með völdin að ef þú vilt eitthvað framgang í íslensku samfélagi þá er betra fyrir að vera í sjálfstæðisflokknum alveg svo að vera betra fyrir að vera í þessum flokki. Ég veit ekki hvað þú... Jú, ég skil það svona tala en... Mér langar bara að sjá hversu hratt var fall hans.
og það var 96 minni mig að þá fór hann niður fyrir 50%. Það var með 11% í síðustu kosningum og bauð fram í svona samfylkingu með öðru flokkum og það sem hans frambjóðendur fengu 11% fylgi. Sérðu fyrir þeirra sjálfstæðisflokkurinn getur bara kristilegir demókratar í Ítalíu, getur séð fyrir þeirra sjálfstæðisflokkurinn getur bara fallið? Það geta allir flokkar fallið. Sjálfstæðisflokkurinn eins og allir aðrir, menn að þú veist, fólk bara eitt með sjálfum sér í kjörklefanum og það bara að hafa fyrir því að kjósa XD. Þú veist, þú stjórnar því ekki neitt utanfrá. Þannig að til þess að halda sko flokki svona lifandi og gangandi, þú veist, mjög lengi, en það þarf alltaf að vera endurnýja með einum öðrum hætti og hugmynd að það verður að vera einhver svona, þú veist, sko, þegar þú komin bara með fókusin á völdin, þá er svo hættu því að þú bara lendir í því sem við erum að tala um áðan með fyrirtækið sem að, þú veist, gengur svo vel að það er ekki að gera betur, sko. Og það er bara alltaf hættan. Og svona dýnamikkin í svona pólitíkin hefur þetta verið svo að þú veist, flokkarnir rísa og hníga sitt á hvað og fara í stjórnarandstöðu, lendi í stjórnarandstöðu og þá kannski endurnýja sig og koma fram með svona, þá er pláss fyrir, þú veist, hugmyndirnar og hvað allir gera og svo koma til völdin og þá byrja málamílanna, sko. Og þannig að þetta bara brotnar alltaf upp, en það sem er gerst núna sem er sko mjög óvinnulegt er það að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn frá 91 mínus 4 ár, sko. Þannig að þetta er orðið sko ansi langt tímabil og ég held að það þurfi með einum og öðrum hætti að verða til svona þessi sko svona hugmyndafræðilega endurnýjun í flokknum. Í flokknum eða hægrinu, en nú þú hægri maður. Mætti þeir ekki vera saman að sjálfstæðisflokkurinn myndi hverfa og það yrði bara til eitthvað öflugra hægri út úr því? Ég finna, þú veist, það getur vel verið að þetta er nú bara komin í vörumerkjafræðina. Nei, þú veist það aldrei fyrir það. Það er bara að því að það sem að skiptir máli er auðvitað bara fólkið og framgangur samfélagsins og að mínum að hvað Ísland stendur en ekki hvað vörumerki er í pólitíkinni. Alveg eins og þú veist, ég vil bara Ísland sé á góðum stað eftir 10-20 ár en ég er ekkert en það getur verið allt önnur fyrirtæki sem var í Íslandi heldur en í dag. Skilu, þetta er bara eitthvað sem að þarf að láta reyna á hvernig gerist og samfylkingin fór nú heldur betur lágt niður en er svo búin að rétta ansi vel úr kútnum svona í skoðanakönnunum og það komið ljós hvað það er. Já, en að flokkarnir fara bara svona upp og niður. En talandi fórustuna, þú hefur tekið þátt í mörgum kosningum. Það er ólíklegt að Bjarni Benediktsson leiði Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum. Það verður svolítið sérstök ákvörðun, eða ekki? Ég bara get ekki... Hann opnaði best með fyrir Mér finnst hann opna á það í sko þessi ræða flokksþinginu. En frekar varaformaðurinn sem augljóslega vissi hvert erindi formannsins var. Meðan hún bara opnaði fyrir það að hún væri til að taka við. Ég annarkvæmt hætturinn í pólitík reynir að verða formaður að Bjarni er að hætta. Og þannig að mér finnst það sé sko náttúrulega bara augljóst. Þannig að flokkurinn er komið bara í þann gír að fara að leita næsta formanni. Ég myndi ekki segja að það veri farið að stað ennþá, en það er örugglega bara fullt af fólki sem að hefur, já vonandi, sem að hefur verið að máta sig við þetta í einhver tíma og svona spá í sína framtíð, því að Bjarni er ekkert eilífur í þessu starfi frekar en aðrir, sko. En þannig að ég bara vona það að sé eitthvað fólk að hugsa og spá eða hvort það hafi ekki metna til þess að gefa kost á sér í þetta. Vilhjálmur, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig stöðu Sjálfstæðisflokksins. Við erum með þátt á sunnundu sem heitir Sýnir Egils, þannig að við getum kallað þetta síðan spjalli. Svona Egil. Hluta því, þetta er Sýnir Egils sem við sáttum hér. Takk.
En ég ætla að sitja hérna áfram og fjalla samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er leik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.